Já, góða kvöldið, verið velkomin að skjánum. Það sem að önnur deild að fara að hefja kappakstuр á Fuji. Við vorum að horfa á opnu deildina áðan. Það var svakalega spennandi kappakstuр í lokin. Það er spurning, munum við fá jafn spennandi kappakstur í, annarri deildinni? Þetta verður ekki klikkað hingað til, en þannig hvað, Jói? Nei, tímatakan áðan byrjaði nú í rigningu. Ég mitt var að klára hérna eitt rigningandans, þannig að sjá hvernig það fer. Flott. Vonandi verður þetta bara öfugt, þurft í tímatökum eins og það lítur út fyrir að verða og blautt í reisinu. Það er alltaf gaman að fá smá vætu. Þetta verður með tímyndu búnur að setja á þessu praktislobby, þannig að tímatakan verður þurr. Það er klárt mál. Við erum með, bara fullt lobby fyrir utan einn ökuþór. Það er hann Jón Anton. Nei, Jón Anton er komin á braut. Hann er komin á braut? Já, hvern vantar þá? Ég held að við erum komin með þetta hreint á. Við vorum að skoða þetta á. Fórum í svaka hugleiðingar, það er Jón Valdimars sem ekki á braut. Er hann ekki... hann var ekki lág svo, hann er komin í Arctic Racing eða ekki. Já, hann keyrir undir Iceman Racing. Iceman Racing? Það sem að, en keyrir mikið með Arctic mannum að vísu. Það er einhvern. Já, þetta verður spennandi. Það er hérna, Hannes leiðir stigakeppnina með 47 stigum, en Grétar tók sinn fyrsta sigur í síðustu keppni, bara frábæran sigur. Verður að segjast, og er 6 stigum á eftir Hannesi, þannig að það er nú allt opið ef að Grétar tekur aftur sigur í kvöld. Já. Og það fyrir eftir stigatöflunni er Valli, hann er í 3. seti. Hann er svolítið langt fyrir aftan, 9 stigum fyrir aftan þá. Svo er Hugo í 4. og Jón Valdimars í 5. Og Hannes, talandi Hannes, hann er hérna með hraðasta hringabraut og er tæplega bætið sem 0-2, ekki lengur. Kommentetorskassa hann En í síðustu keppni þá voru flestir á NSX-bílnum. Mér sýnist nú eiginlega bara allir vera á honum í kvöld, nema Pálmar, og svo er Arnar á Lexusnum. Það er fyrst getur sem við sjáum Lexusin í þessari umferð. Já. Gaman að sjá okkar breytingu. Já, það er alltaf gaman að sjá breytingu. En þessi 3 bílar hafa nú verið svona vinsælastir í grúp 2 gegnum tíðina. Já. En gaman að NSX-in sé að koma svona sterkur inn. Hann var nú ekkert alltaf svona vinsæll henni í gamla daga. Nú datt ég á örugglega á mute. Nei, ég er það. Nei, ok. Hann var kannski bara í miðin að fá sér sopa eða eitthvað. En já, þetta var svona mikið á milli Nismo og Lexus hérna áður fyrr. Og menn voru frekar þá að geyma NSX-in. En hann er allavega mjög stöður á þessari braut og er með hvað lengstu gírana á þessum 3 bílum. Á þessum líka beina kafla. Næstu því 1,5 kilometr á lengt. Nægur tími til að hugsa bremsupunktin í fyrstu beygju. En já, endilega látið heyri ykkur koma með spár. Já, við glemdu nú alveg að fara yfir það í opnudeildinni á. Já, það var nú ekki margar spár heldur sem á tuttunni. Ég held að Hilli er náttúrulega alltaf með spána sína. Já. Og ekkert lítil spá, það var alveg bara að hann spáir allt. Já, hann spáir í öllu. Hann spáir kannski bara fyrir alla aðra líka. Já, Hilli Nostradamus. Hann er mitt mættur. Hola amigos, ég segi bara hola tilbaka. Já. En við erum fara að byrja þetta klukkur orðin kortir yfir. Við byrjum þetta 16 mínútur yfir. Ég var aðeins setja mér að setja fram viðvörun. Hér höfum við grittstart. Hér höfum við nefnilega grittstart. Ég kannski doppeltjekka það. Já. Rétt áður en við byrjum. Það var kannski aðeins meira við hérna að maður vinnur ekki keppni í fyrstu beygju. Það er bara að klála þannig. En við erum fara að byrja þetta. Byrja tímatökurnar í annar deildinni.
Ertu tilbúin? Ég er ready í þetta. Ég er mega pepp. Já, ég líka. Þetta var eitthvað, það var frábær keppni síðast í annarri deildinni. Já, fylg bara það sem við fengum. Já. Gretar Vonast hann, eins og eftir sagðir á öðrueins. með verðskuldaðan sigur. Já. Þetta betur. Hélt þessum manni hérna að Hannesi fyrir aftan sig. Einmitt sem var á tímabili 8. sæti. Já, náða að vinna sig alveg upp. Já. Magnaður árangur í honum. Það var ótrúlegt, ég mæli með að horfa á keppnina Já. ef þið farið seint að sofa í kvöld. Þetta var alveg snilt. Ein skemmtilegast keppni sem ég fengi að lýsa þessi, held ég. Já, ég held ég geti bara verið alveg sammála því. Hérna En við erum komin út á braut. Hver er fyrstur? Hannes á braut. Hugo þar eftir. Hannes er fremstur, svo koma Bísíkmenn, Hugo og Gretar. Eiríkur Ingi, Jónas, Pálmar Henni, Valli Matt, Dini, Bergur, Steini Snæja með bleikusleifuna, Addi á Lexusunum sínum, Siggi Gunnar, svo Jónatan sem ég heldum að vantaði, en vantaði svo ekkert. Þannig að það var Hannes að byrja hérna að hotla upp. Það var hinn Jónin sem vantaði. Þeir eru nú nokkrir hjá okkur. Já. En sjáum, fylgjumst með Hannesi. Við kannski bara kíkjum með bort til hans. Við erum bara hjá honum. Finnur svolítið djúpur hana í fyrstu beygina. Það spurning tekur smá tíma að tjúna inn bremsupunktana. Mismunandi vindátt og hana tekur þessa beygju bara mjög laglega. Svo er það langa hraða hægri beygjan sem er vist 2 beygjur. Ég sé það nú ekki alveg. Komum við að Dunlop-beginni hérna. Hún er pínu erfið. Erfitt að hitta rétt að bremsupunktana. Algjörlega. En maður getur skorið hana vel. En á þessum bílum þá er það kannski aðeins sleipara heldur en á grúp 3. Já. Það er það. Og kanturinn hann á einavarinu, hann uppsettar aðeins bílinn, sko. Já. Algjörlega. Þannig að þetta er fínt balans á milli hugrekki og skynsemi. Já. Kannski fínt í tímatöku að setja bara solid hring til að byrja með og svo vinna sig hægt upp. Dekkin hitna alltaf meira og meira. Eða yfirleitt. Við erum ekki mikið að hitna hérna á þessu beinakafla. Nei, við sáum það nú í opnundöndina. Það voru menn sennilega að hita dekkin mismikið þegar sumir reiddu meira heldur en aðrir. Já. Klárt mál. Og ef að dekkin hitna meira þá eyðistu meira sérstaklega í keppni. En í tímatöku vill maður hafa þau svolítið heitt. Já. Það er þetta klassíska weaving sem að menn gera á outlap. En Hannes er reynda með hraðasta hringinn. Hugo er í öðru seti þar á eftir, Eiríkur Ingi í 3., Gretar í 4. og Danni var að hoppa í 5. Hver er næstur í línuna? Það er Bergur. Hann tekur 7. seti eftir Danna. Bara nokkri þúsundustu hlutar sem að skilja mennað hérna. Steini Snæja hoppar upp í 8. Og Jónatan. Já. Hér er hann. Týndi maðurinn. Já, upp í 7. seti. Flott hjá honum. Hver er að koma hana? Siggi Gunn. Hvað gerir Siggi? Hann hefur nú bara tekið hægan hring sýnist mér, eða gert mistök. Það var bara aftur efsti maður sem er að byrja næsta hring. Eða nei, klára að byrja næsta hring. Ætla sé ekki að gera það bæði í einu. Klára þennan hring og byrja næsta hring.
Já, bæti sig hérna næstu í 4/10 komið sekundu undan Hugo í öðru sem bæti sig líka. Þar fyrir aftan Gretar bæti sig fyrir upp í 4. 29,6. 8.000 á undan Arnari. Jónas bæti sig fyrir upp í 7. Valli Matt, hann lítur nú að eiga tíminni. Algjörlega. Já, upp í annað sæti. Sláta sig vel hann á milli Hannes og Hugo. Jónas hérna, ég bara rakst á hann er á fjólublóðum sektor upp á 2/10. Þetta hoppar í pitt. Þetta er Jónatan hérna, komið í línuna. Hérna bætir sig. Já, hoppar upp í 5. upp fyrir Gretar. Þetta er ekkert smá þétt á milli hérna, manna í miðjupakkanum. Já, við sáum það í síðustu keppni. Það var rosalega þétt bara á milli manna bara. Var það ekki þeirri keppni sem það var bara Jú, bara 0,6 eða 0,8 eitthvað niður í 8. eða 9. sæti? Algjörlega. Það var hann að koma hérna aftur á línunni. Sjáum hvað hann gerir, já. Já, engin smá bæting. 27,8. Fyrsti tíminn undir 28 sem við sjáum í kvöld. Já, og er þá komin tæplega sekund á undan öðru sæti. Já, það er rosalegt. Hann ætlar að koma sterkur tilbaka. Algjörlega. Svo setja eftir annað sæti í síðustu keppni. Eiríkur Ingi bæti sig ekki. Jónas bæti sig upp í 5. Hann var á heitur hring. Hver er að koma hana? Valli Matt, hann bæti sig ekki. En já, 4. til 8. sæti, þetta er bara, þú veist, þetta er 1/10 sko. Addi og Snæi hérna komið í línuna. Hildur nálægt hvoruðum. En Addi tekur ekki draftið. Ánægður með hann. Það er náttúrulega ekki vel séð að vera að stela drafti í tímatöku. Nei, og hefur séð hann er bara of nálægt næsta bíl, fer inn í pit og Já. þá ertu bara með hreina braut fyrir fram að þig, sem er alltaf betra. Mælum alltaf með því. Allan daginn. Siggi Gunnar. Hann bæti sig, en ekki nóg til að hoppa upp. Pálmar henni að koma hérna út á ferskum tækjum. Þá erum við með eitthvað. Fyndið þegar maður er að leita að þeim sem er að koma hana í línuna. Það er aldrei næsti maður sem er við hann sem það vart á. Nei, ekki heldur 3. og ekki heldur 4. sko. Nei, það er yfirleitt síðasti maður sem á að færa. Já. Þannig er hann búin að klára átlap hérna. Hugo bæti sig ekki. Ég tel mig vera nokkuð samfæran að Hannes taki pól hérna. Já. Það er líka eitthvað. Eiríkur Ingi bæti sig ekki. Jónas bæti sig, hoppar upp í 5. Já. Og ennþá er þetta bara nokkri þúsundustu hlutar sem er skilja að 4. til 5. sæti. Valli Matt, getur hann bæti sig eitthvað meira? Nei. Bæti sig ekki. Nú fyrir að líða síðasta hring hjá mönnum. Annarkvæmt næst síðasta eða síðasta. Hver er næstur í línu? Já, Hannes er nú bara að klára átlap hérna. Hann ætlar að, Já, og mér sýnist að hann ná 2 hringjum. heldur betur. Hver er að koma hana eftir honum? Það var hann Steini Snæja sem bæti sig ekki. Já, Bergur. Og Bergur, nei. Ekki langt frá því samt. Gretar bæti sig að Já, sjálfsögðu. vel gert. 8.000 á undan Hugo. Já. Ég bara sá hann ekkert meðal hann að efstu manna. Nei, Tók ekki einu svona eftir. Ég er að reyna að Það er auðvitað fylgjast, já, ég er að reyna að fylgjast með hérna mönnum sem er að fara í línuna. Einmitt. Já, Pálmar henni á átlap. Danni, getur hann bætt sig eitthvað? Nei, hann er nú ekki langt frá því. Hugo bætt sig ekki. Það sem fylgist þarna með Gretari, fyrsta valli með refsingu. Já, með Jónas að koma henni við línuna. Ekki langt frá Adda. Nei, bætt sig ekki. Eiríkur Ingi. Bætt sig ekki á þessum hring. Nú eru menn á síðasta hring eða er að hefja síðasta hring.
Ég held Hannes að koma yfir línuna, hann nær öðru hring. Hann þarf nú ekkert að bæta sig mikið meira held ég. Nei. Valli Matt var hann í pit, hann er búinn. Já, Hannes bæti sig ekki. Fylgist með Gretari hérna að fara yfir línuna. Nú ekki langt frá honum Valla í öðru sætinu. Nei, alls ekki. En þetta er síðasta ríkur hans Gretars, hann nær ekki öðrum hring. Jónatan bæti sig. Já, hann bæti sig. Hann bæti sig. En ekki nóg. Ói, hann er 99 þúsundustu. Nei, Addi hoppaður upp fyrir hann. Nei! 800-ustu. Já. Og 200-ustu fyrir aftan Valla. Þetta er rosalegt. Hugo að koma síðan út úr síðustu beginni. Það spyrir hvort að Hugo ætlar eitthvað að uppsetta þetta líka. Sjá hvað Hugo gerir. Nei, hann er ekki að bæta sig. Nei, ná var Danni að koma í línuna, sá nú ekki hvað hann gerði, hann bæti sig ekki. Það var Jónas og Eiríkur. Hvað getur Jónas gert? Bæti sig ekki. Eiríkur. Bæti sig ekki. Það er eitthvað að koma hann út úr síðustu beygju. Hannes. Já, það er Hannes. Ætli það sé ekki síðasti maður. Já. Já, Steini er hérna með refsingu fyrir aftan hann. Þannig að Hannes er síðasti maður á heiturhring. Það bæti sig ekki. Nei. Hann er nú ekki langt frá því samt. Nei, tekur pól með næstu því sekundu. Valli Matti í pitt hérna með refsingu og kallandur að segja ger ekki neitt. Það er ekki flottur pittur. Ekki mjög skilvirt pit crew. Nei, þetta er kannski eitthvað að vera að ruglast. Hann tekur út af refsinguna á braut, ekki í pittin. Þá er niðurstaðan þessi. Það er Hannes í fyrsta, Valli Matti í öðru og Addi í þriðja. Hann var ekki langt hérna niður í Gretar og svo ekki langt niður í Hugo og ekki langt niður í Jónatan og ekki langt niður í Jónas. Og já, Nei. þetta munar nú ekki miklu á milli manna hérna. Já, nema frá fyrstan í annað. Það munar svolítið þar. Það sér þetta, það er bara hérna 9.55, 9.72, 0.54, 2.18, 4.13, 4.96, 5.88. Þetta er rosalegt. Þetta er alveg ótrúlegt. Bara annar niður í 8. sæti er bara hálf sekunda. Já. Já, 0.6. Já, og svo kemur smá bil og svo er aftur bara hálf sekunda fyrir mennina þar á eftir. Já. Þannig að ég held að við eigum vona á skemmtilegri keppni í kvöld. Já, það er ekki spurning. Og það er spurning hvort að Hannes sé bara að fara að stinga af hann í byrjun og ekki nema hann taka eitthvað eins og í síðustu keppni. Það sem að varða hann svolítið að falli í síðustu keppni er náttúrulega að hann er á súprinni sem er náttúrulega svo hæg í startinu. Já. Það var nú ekki alveg við hérna, sérstaklega þegar hann er á NS6-unum eins og allir hinnir, nema Addi. Addi, góður á Lexusnum í 3. seti. Já, það er vel gert. Maður er kannski ekki búinn að kíkja nógu mikið á Lexusin. Nei. En þá stillum við upp nýju reysi. Ég ætla að fara ekstra vel yfir stillingarnar. Já. Þetta skipti ekkert rolling start. Nei. Og skildudekk. Skildudekkin eru hörð. Það kemur upp nonn hjá mér. Ég hef líka eftir að breyta stillingarnar. Já, ok. En já, endilega rúlaðu yfir stillingarnar eitthvað. Herru, það er svolítið grátt yfir. Heyrðu. Það er nefnilega svolítið grátt yfir. En ekki eins grátt og ég opnið á það. Nei. Samt sem aður. Skildudekk hard, grúpp 2. Sjá, restart 22, 34, nei 35, 33. Sýnist það nú allt að vera rétt þér. Það er gott að heyra.
Það finnst nú satt svolítið eins og ættum að halda í hefðirna sko. Já, að breyta þeins út af og koma mönnum á óvart. Já, kannski setja bara hérna mechanical damage hard, nei hérna. Boosty, strong og... Þetta er svona. Það er svolítið grátt yfir, en það er nú engin bakki yfir brautinni síðustu 60 mínútur og ekki síðustu 30 mínútur. En það getur allt breyst. Já. Eins og við vitum. Já, maður sér það svolítið hann upp undir fjöllin hann, að það eru grái bakkar þar. Allavega ekkert á radarnum. Það er nú alveg svolítið grátt hérna. Vinstra með við Ráskaplan, svona bak við það. Fjöllunum þar. Þetta verður mjög svona. Svo er sólinn á milli. Þú lætur mig vita að þú vilt að ég lesi í því. Yes, ég er bara ready. Já, ég er ekki ready, ég er ofnum þetta hérna. Þá verðum við með Hannes, Valli, Matt og Addi. Yes. Gretar, Hugo og Jónatan. Yes. Jónas, Eiríkur Ingi, Danni. Yes. Pálmar Henry, Bergur, Steini Snæja og Siggi Gunn. Það er bara hárrétt. Sir. Á minni hlið. Rétt á þinni hlið. Þá förum við bara að byrja þetta. Segjum bara good luck. Og vonumst eftir rigningu, Jói. Já. Það var nú gaman að fá smá fút í þetta. Algjörlega. Það þarf nú að fara að rigna í einhverjum öðrum keppnum heldur en bara í opnumdeildinni alltaf. Já. Það var ekki að vera með síman hérna alveg í fullu blasti. Þetta var bara soundcheck, smá soundcheck. Og við erum með nokkra spár, kíkja það eftir startið. Heldur betur nokkra spár með sér fyrir qualifying, þannig að það verður mjög gaman að sjá. En við erum mættir út á braut. Hannes í fyrsta, Valli Matti í öðru, Arnar í þriðja, Grétar fjórði, Hugo 5. Ljósin eru kveiknuð, 5 ljós. Og grid start komið af stað. Allir með nokkuð góð stört fyrir utan Arnar Hannes sem að fellur svolítið fyrir aftan. Valli Matt komur hérna inn og Hannes bremsar svolítið seint, ýttur hann út af. Og Hannes út af og Valli Matt út af. Og þar að leiðandi er Grétar komin í fyrsta sæti. Þetta er að sagan er að endurtaka sig frá því í síðustu keppni þegar Hannes datt niður í 8. sæti. Já, og er komin í 7. núna. Er ennþá í baráttu hérna með Hugo. Við þurfum að hafa replay á þessu. Varstu með replay á startinu? Já. Yes, geggjað. Hannes núna byrjar að berast við Steina, komin í 8. sæti tímabundið. Ég trúi þess ekki, Jói. Við erum að fara að horfa á sama og gerist síðast. Ánægður með þetta. Ánægður með minn mann Grétar að nýta sér þetta. Og ég get sagt ykkur að það eru allir á hörðudekkunum. Byrja allir, bókstaflega allir á hörðum. Já, það líka þegar veðrið er svona, þá tekur maður ekki sénsinn á því að byrja á okkur öðru. Nei, það er rétt. En ekkert heavy damage. Nei. Þannig að menn þurfa ekkert að pæla í því. Addi hérna í þriðja. Hugo í 7. Nú mann ég ekki hvar Hugo byrjaði. Hugo byrjaði 5. Jón Anton byrjar 7. og er í öðru sæti. Það er rosalegt. Þetta hefur valdið ykkur svakalegri keðjuvirkun hann í fyrstu beygju. Það er spurning hvort við fáum bara replay að því. Já, ef við ekki aðeins að gefa þeim. Hannes tekur þetta svaðalegt divebomb á Hugo sem að hleypur honum kannski fram úr. Það veit það ekki alveg. Ég held að Hugo sé nú ekki að fara að gefa Hannes neitt eftir. Nei, hann bremsaði bara svo rosalega snemma. Með liðsfélagann hann að fremst sko. En Hannes greinilega í miklum ham eftir þessa byrjun. Ekki drauma byrjunin, það er þarna 4,5 sekúndum eftir Grétari. Þetta verður mikill hasar hjá Hannesi í þessari keppni. Pálmar skrikar út úr beygjunni. Já, Hannes á þá.
Ítalinn í næstu beygju. Pálmar henni getur lokað inn í línunni. Og Hugo, hvað var hann að gera þarna? Hugo skellir sér inn á milli þeirra. Komin upp í 5. sæti. Þetta var rosalegt. Já, ég sá það nú ekki nógu vel og þarna var eitthvað Jónas Binnar sá nú ekki hvað gerist þar heldur. Við erum ennþá með replayið á startinu, þannig að við ætlum nú ekki að Nei. skoða það betur. En við getum kíkt á þetta eftir keppni. Algjörlega, Hannes þarf þá aftur að taka fram á Pálmari nær því en er bara að falla lengra og lengra fyrir aftan Gretar 6,5 sekúndar núna. Já. Og Gretar búinn að búa til smá bil í Jónatan fyrir aftan sig. Ég ætla bara að opna notepad hérna þannig að við getum notað niður hvað við erum að skoða. Já, ég held að Þetta var annar hringur Hugo, annar hringur Jónas. sjáum við að Arnar er komin inn á Eirík í baráttunum 3. sæti. Sýnist að vera að hafa þetta utanverðið í 3. beygju. Yes. Eiríkur gefur þetta eftir. Var Eiríkur komið fram yfir Adda? Já. Eins og alltaf, það var svo mikið að gera í þessu keppni, maður veit ekkert hvað maður á að standa í þessu. En þannig vil ég hafa þetta, Við skoðum þetta replay eftir. Já, og nú er Hugo, Hannes var að segja Hugo aftur. Algjörlega, ég held að við séum bara að fara svolítið að fókus okkur á Hannes, það er ekkert að gerast inn í topp 3 í bili. Nei, Pálmar henni út í grassi. Og... Nei. Veitu, hvað gerist? Hannes komið 2,5. Var þetta Hannes sem fór út af og fyrir eitthvað kæður? Herru, skrifa þetta niður. Jú. Það er sko, þetta sért með nógu stórt blað. Jóðu minn. Einhver Hannes. Steinin er miklu betra exiti heldur en Hannes. En fer ekki kjölsöð á Hannesi? Telur sig kannski bara verið með það. Já, við kannski ekkert verið að þvælast fyrir honum. Ég hefði nú valið satt að taka kjörsóið þá myndi nú ekki fara fram úr bara upp af því að þú ert með mann rétt fyrir aftan líka. Algjörlega. Og það er Valli Matt. Valli Matt byrjaði líka annars. Já, það er rétt. Þannig að Valli Matt og Hannes, já, Valli Matt tekur inn í línuna og Hannes ítur hann út, þannig að þeir fara saman út. Já, einmitt, fara saman niður þvöguna sko. Já. Sjáum hérna. Eiríkur Ingi kom með sekúnd í pen. Hugo búinn að ná honum. Já. Þannig að Hugo er að fara að skella sig upp í 4. sæti. Heldur betur. Þetta er bara með rosalugustu byrjunum hérna í keppni sem að eftir. Þetta er bara að replay af síðustu keppni. Já, þetta er bókstaflega replay af síðustu keppni. Steini og Valli Matt hérna berjast 7. sæti. En það er klárt að Eiríkur Ingi er að fara að tapa sætinu til Hugo. Jep. Og það er ennþá grátt yfir. Við vitum ekkert hvað sé er að fara að gerast. Þú náttúrulega getur hoppað út úr lobbyinu og kíkt á radarinn, hvort það sé eitthvað á leiðin yfir. Ég ætla að gera það. Svona komið smá þoka á breytuna. Og nú er Hannes, hann að fara að ná fram úr Eirík líka. Jöp. Eiríkur gerði þetta nú ekki erfitt fyrir hann, sýndist mér. Ég held að Eiríkur sé að stóla svolítið á hann á að elta Hannes bara. Algjörlega, nýtti sér kjölsóið. Já. Þá eru tæpar 2 sekundur upp í Hugo frá Hannesi. 2 sekundur þar upp í Adda. Hannes er nú fljótur að saksa þetta bil niður. Þetta bil var í tæpum 3 sekundum áðan. Svo hérna 2,5 til 2,5 hérna fyrstan er í annan er í 3. Það er spurning hvort við hendum okkur í startið, Jói. Já, ég til. Fyrsta, já.
Það er bara að opnast bara fyrir Grétari þarna. Já, þetta var bara Moses. Svo er hann bara í baráttu í gegnum næstu beygju og Hannes og missir fleiri. Já, náttúrulega með skítu dekk eftir að hafa farið vítt. Eftir að hafa verið ítt vítt að Valla. Já. Og Hugo með lélegt start. Já. Byrjar, sá nú ekki hvað hann byrjaði. Þetta séða næst, Palmar aðeins inn á hann. Hugo kemur vel út úr þessari þvögu samt. Hann og Hannes, Hugo og Hannes fara saman inn í næstu beygju. Það eru bílar út um allt þarna. Já, heldur betur. Þetta er hérna... Hugo er bara seinna á stað, hann byrjaði 50. En núna sýnist mér Hannes vera að nálgast Hugo einmitt. Þeir eru að koma hérna í síðasta kaflan. Nei, herru, það var eitthvað svaka ass. Já, þú verður að fara að setja markera á Arnar. Það var eitthvað að gerast í Arnari. Ég ætla að fara að skoða startið betur. Það var eitthvað sem spinnaði þarna í afturpakkanum í startinu. Ég er búinn að setja markera á Arnar, þannig að skoða það. Skoðum það þá skoða startið betur í... Já, við getum rýnt vel í þetta start, sko. Já, kemur hann á þriðasektor í næstu beygju. Já. Þetta er klassískt að missa afturendar hana. Þegar brautin hallar svona frá þér þá er munurinn á milli þess að hafa grip og ekkert grip mjög lítill. Já. En þá er Hannes komin upp í 4. En nú að nálgast. Búinn að saksa 1 sekundu á Grétar frá því ég skoðaði það síðast. En gæti nú tapað einhverjum tíma hérna í baráttunum við Hugo. Við þekkjum Hugo vel. Hann er ekki að fara að gefa neitt eftir, sko. Nei, heldur betur ekki. Hannes á fjólubláum. En nú þarf Hannes bara ekki hann þarf bara að halda kúlinu. Ná bara betra exiti í síðustu beygju. Ég held að það sé eina sem að... Sjá hvað hann skerir, tekur aðeins við beygju. Það er nú ekkert einhverju svaka exiti samt. Skiptir svolítið fljótt upp í 3. gír. Já, Hugo er hann leiðin inn. Ég er hann að taka feikið á þetta. Heyrðu. Já, Hugo fer inn. Ég held kannski að hann væri að fara að taka Jón B. feikið. Grétar fer inn líka. Já. Grétar, Hugo, Eiríkur Ingi. Þeir eru að pita á sama tíma og Jón B. í opndeildinni áðan. Já. Sem að skilaði sér... Já, í sprungnu dekki. Já, sem að skilaði sér ekki. Já, er Jón Altan hérna fremstur. Kannski náður eitthvað... Koma þeir út? Koma þeir út í baráttu? Nei, Grétar kemur út hérna með auðabraut. Þetta gæti skilað sér í undirkötti hjá Grétari. Já, undirkötti. Lengra gappi. Já. Þetta gæti skilað sér í undirkötti hjá Hugo hins vegar. Ef Hannes... Já, Hannes er svo sem með auðabraut líka, en er á horfudekjunum. Hugo ætti nú að vera með hraðan á hann. Þannig að Hannes ætti nú að koma aðeins aftar út. Það er þetta bara um 7. sæti Steini og Jónas. Já, leið að ég sleppi örunni þá gerir Jónas smá mistök, en Steini fyrir vítt. Lavasjó á móti kalda, Steini fyrir, já, bara mjög vítt þarna. Með mögulega skítu dekk eða eitthvað. Þá á Steini draftið hérna niður Belgablan. Bara ná góða exiti. Já, sem að nær. Droppa tíminn rætt hjá þeim. Já, og Jónas fer inn. Steini Nei, Danni.
Danni ætla að segja. Jó. En Jónas fór vissulega inn líka. Já. Svona spáði, hérna, hvað segir maður? Þú spáðir, hérna, framtíðinni. Já, Hannes tekur síðan, já, Hannes tekur annar hring líka. Þannig að það eru þá 2 hringa munur á Hugo. Já, Grét- þið þurfa bara að passa dekkin. Já. Kemur ekki upp fastest lapp hjá mér. Kemur hann upp hjá þér? Já, hann kemur upp með mér. Hvað er Grétar. fastest lapp? Grétar? Já, 1.33 á hörðudekkunum, væntanlega. Hannes er einmitt á fjólubláum hérna. En mig grunar að Grétar sé að fara að hendi eitt fjólubláðan hring. Hvað var að gerast þarna? Arði, þarna var Heyrðu. einhver að spinna. Hver Á var Steini. Hann er resetar á braut. Sem ég held að sé bara mjög heppið með. Hann var sneri bara í kolranga átt hana. Svo var ég að segja það. Uss. Já, þetta er bara körpið. Og þá fara fremstu menn inn. Pálmarinni fyrir inn, Bergur fyrir inn, Steini Snæja, Sínsnir er að fara inn, Grétar, hann er að taka draftið á honum hérna, hann er ekki að fara inn. Hvar kemur Grétar þá út á móti hinnum? Tekur fastast lapp, 29.8. Já, Flottur mér sýnist tími að á koma metindekjum. út langt á undan hinnum. Já, Hreinlega. syns það líka. Nú þurfa hann bara að hugsa dekkin. Heyrðu, Hannes kemur út í öðru seti. Uss. 3. eftir Hugo. Þeir koma bara næstu hlið við hlið hérna inn í fyrstu beygju. Þetta er Bíddu, ég Hugo skil með þetta fastast ekki. lapp. Hugo með fastaslapp. Já, hann tók fastast lapp af Grétari. Já, já. Þeir eru næstuði bara á sama tíma hérna. En býttu, var ekki einhver á milli þeirra? Var ekki Jón Anton á milli þeirra? Áðan. Jú. Ég held Hannes að var Jón enda Anton- var búinn að taka... Já. Jú. Jón Anton tekur bensín. Tekur svaðalega mikið bensín. Já, vá. Þar er munurinn. Já, Þannig hafi gleymt að íta á X. það liggur hundurinn grafinn. Já, eða hvort hann sé að eyða bara svona miklu bensíni. Það er líka spurning. Hugo og Já. Hannes eru bara jafnir á bensíni og Grétar líka. Já, mér sýnist Jón Anton vera að refa bílinn bara alveg max. Hann náttúrulega eyðir svolítið miklu meira. Já. Það eru 7,4 hérna upp í Grétar frá Hannesi. Er Hannes- þetta hægt? Er þetta hægt? Eða eru við að fara að horfa á svaðalega baráttu hérna í stigakeppninni? Ef að Grétar tekur hraðasta hring og sigur, þá eru þeir jafnir að stigum. Úff. En ef að Hannes nær þá öðru seti, Já. sem er náttúrulega ekkert gefið. Nei, en þetta verður erfitt fyrir Hugo. Já, Aðeins eldri dekkjum og með Hannes ratta sig. En svo er þetta líka hversu mikið getur ef að Hannes er hraðar en Hugo, getur Hugo tafið hann eitthvað. Hannes er með á fjólubláum. ef þetta fer svona, þá er Hilli með rétt að spá. Nú, Það er magna. Grétar Hugo Hannes. Já, Grétar Hugo Hannes. Og Jón B. er þetta líka, hann spáði því sama. Já, ég hefði nú spáðið saman líka. Og þessi, er ykkur með Grétar Hannes Hugo? Nei, ég sýrst ekki. Þá ætla ég að spá því? Nei. Já, hann er svona búin að taka aðeins af Hugo hérna. Já, og er á miklu ferskari dekkjum en þeir tveir. Já, Hugo að eða dekkjunum mun meira. Og aðeins meira en Grétar. aðeins meira Grétar, já. Spurning hvort að lendi í svipuðum ógöngum á Jón B. Bilið frá Hannesi upp í Grétar er komið inn í 6,4. Hannes tekur hraðasta hring, 29.2. Hann tekur
tekur tæplega sekundu af Grétari á þessum hring. Heyrðu, þetta var ekki rétt hjá mér. Hilli var með Grétar, Hugo, Jón Anton. Þannig að það er Jón B. sem er með réttur spá, eins og er. En sjáum, Hannes kemur hraður hérna inn í hröðu tvöföldu hægri beygina, beygja 4 og 5. En ekkert sem að getur gert. Þarna, hérna er næsta tækifæri inn í Dunlop, en það þarf nú eitthvað mikið að fara úrskeiðis eiginlega út úr hérna þessum kafla til þess að eiga sénsinn í hana. Þetta allavega, eins og þetta lítur út núna, þá stefnir þetta allt í alveg eins keppni og síðast. Já. Þetta eru hérna 8 hringir eftir og Hannes að vinna sig upp pakkan og einhverju 6 sekundum á eftir. Já, var þetta ekki einmitt Hugo sem var á milli Grétars og Hannes? Jú, hvort það var ekki bara svona... Já, ég man það ekki. Það er kannski leiðréttur okkur ykkur. Já. Hann á allan að pall Hugo í síðustu keppni. Já, en 8 hringir eftir og 5,5 sekúnda. Já, já, 5,5 sekúnda. Grétar hefur nú gert ykkur mistök hérna á þessu hring. Já, 29 Já, kannski sjá Hannes hringdaman, bara... já, Hannes er núna... Nei. Hannes er bara að negla. Hugo tekur varnarlínu, Hannes 29,4. Sjá, kíkjum á hringdaman hans Grétars eftir þessa beygju. Hugo tekur varnarlínuna hérna inn í línuna. Sjá, Hannes tekur hérna utanverðu nær hann að láta þetta stikka. Við sýnist það, komið innanverðu í næstu beygju. Hrikalega pent. Og nóg pláss gefið af báðum aukumönnum. Hugo bakkar út úr þessu. Hannes komið hann að seti. Getur það bara einbeitt sér að því að ná Grétari. Þetta væri nú einhvað comebackið ef að nær Grétari. Sko, Grétar fór síðasta hring 32, Hannes 29,4. Já. Þannig að ef þetta er rétt undir sekund á hring, þá er hann að ná honum á svona 18. hring. Einmitt. En þá erum við ekki að taka dekkja vesen inn í málið, sko. Nei, dekkja mismunin inn í. Já, en mér sýnist Grétar nú alveg vera að fara ágætlega með dekkin, sko. Já. Ætti nú að ná að halda betur í þau heldur en Jón gerði í bákndeildina áðan. Já. En fyrst þessi barátta er búin í bíli, það er næsta barátta um 5. sætið. Það er líka Valli Mattarinn að ná sætunum sínu tilbaka eftir að hafa byrjað í öðru sæti. Það er ekki alveg nógu góð exiti hérna, Valli. Og eins ef að áhorfendur spotta eitthvað snúa á braut eða eitthvað, bara láta okkur vita þannig að við getum hendið í spjallið þannig að við getum skoðað eftir keppni. Já, klárt mál. Möguleg beinni, við höfum 20 sekundur í replay klukkanum, nei, 15 sekundur. Nú er svona vinstri vindur aðeins í baki á þeim inn í fyrstu beygju. Já. Svo ská. Hann er búinn að breytast. Skávindur, já. Þetta er einmitt þetta. Maður hefur alveg brennt sig á þessu að vindáttin breytist og maður skilur ekkert á hverju bremsupunkturinn er vitlaus. Kannski búinn að yfirskjóta beygina 3 hringi í röð eða eitthvað. Já, nefnilega sérstaklega í fyrstu og aðra beygju sem maður finnur ekki, eða sem maður finnur fyrir á þessari braut og fyrir Dunlop-beygina. Svo er þetta rosaleg barátta um 8. sætið. Jónas og Danni. Já. Fjórar, það eru einmitt að koma hérna að Dunlop-beyginu. Ekki framúrakstur. Já, svo sem framúrastæðraður nær rauninu en Valli Matt hérna, nú eru Valli og Addi að koma hérna inn á beinagólfan. Arnar tekur víðalínu. Valli tekur næstu fram úr hérna innanverðu. Nær hann örugglega góðu slingshoti hérna inn í fyrstu beygju. Tók eiginlega fullkomna línu upp á að setja upp þetta move. Addi á laxusinum, hann er greinilega með að geta stóð hérna upp beinagólfan. Já, heldur betur. Já, ætlar að verja, gerir það ekki. Ó, Anna stingur sér inn á hann. Já, flott move. Getur Addi svarað þessu eitthvað? Ekki alveg
Það eru fréttar á topnum, Hannes er kominn innan við 2 sekúndur frá Grétari. Þetta var ekki lengi að breytast. Nei, og á fjólblá, setti fjólbláan á síðasta hring. Já, fjólblár eftir fjólbláan. Spurning hvort það komist undir 29. Þá þarf Grétar bara að kalla fram sinn innri Jón B. og verjast eins og enginn morgundagurinn. Já, bara eins og hann gerði í síðustu keppni. Bara eins og hann gerði í síðustu keppni. Já. Já, hvort heldur eru auðvitað að taka fram úr á Watkins? Eða hérna? Það er góð spurning. Það er nefnilega ekkert auðvelt á Watkins heldur, sko. Nei, heldur betur ekki. Það sé ekki bara svona svipað. Þú ert með beinakafla og þú getur tekið fram úr í fyrstu beygju. Það er þarna krappa hægri beygjan eftir penalty-svæðið á Watkins. Já, þetta er bara mjög svipað. 2-3 framúr staðir á hvori breyti. Það eru enga baráttur á braut eins og er. Þannig að ég held að við séum bara að fara að fylgjast með Hannesi reyna að saksa bilið hægt og bítandi niður. Fáum við endurtekningu frá því síðustu keppni þar sem að Hannes og Grétar börðust bara fram í rauðan döðan, leyfum mér að segja. Skellum okkur hérna bara hjá Hannesi. Ég held að detta niður í sekunduna. Hannes er komin í slipinn, hann er komin rækilega inn í slipinn. Grétar færir sér til hægri til að reyna að slíta tóið. Sko, ef að Grétar næri að halda honum fyrir aftan sig, þá þarf hann bara að einbeita sér af exitinu út úr síðustu beygju. Já, þetta snýst allt. Já, ef þú neglir exit út úr síðustu beygju, þá er mjög erfitt að ná fram og þú sérst í slipinum. Þetta snýst allt það, í rauninni. Já. Svo eftir Hannesi eru 5 sekundir niður í Hugo, þannig að þeir tveir þurfa ekki að hafa ágjörð af því. Nei, Hugo á mun verið dekkjum líka. Já. Já, vá. Hann er bara með svona Jón B-dekk. Já, ég held að sé þó á skári dekkjum, heldur jú. Jón Böðull. Jón Böðull. Hvað Grétar gerir. Þetta er bara einmitt hausinn niður, ekki gera mistök. Já, þetta er bara að keyra sín línur. Sem er bara hægara satt að gert með Íslandsmeistara fyrir aftan sig. Já, fyrir ándu úrvalsdeildarmann, úrvalsdeildar Íslandsmeistara. Það er kannski stórmeistari líka, eða var það ekki komið þegar það var Ég held að það hafi ekki verið komið á sínum tíma. Hvort það kom ekki bara tímabilið þar á eftir. Nú er Hannes nær. Já, Grétar átti samt gott exit. Já, mjög gott exit. Hannes fór vítt, þurfti að slá af. Já. Það er bara akkurat það sem Grétar þurfti að gera. Það er bara fókusur á exiti. Og við fáum annar hring að þessu. Heldur betur. Það eru 3 hringir eftir. Og 3 stórir möguleikar fyrir Hannes að taka fram úr. Í rauninni bara 2 inn í fyrstu beygju. Sjáum, skítu á lofti er að hrella menn hérna, sérstaklega í þessari beygju, löngu hægri beyginni. Sjáum Hannes nær góðu exiti hérna. Það er spurning hvort að Grétar þurfi ekki að verja hérna innanverðu. Dunlop, já, mér sýnst það. Já, hann gera það nú ekki. Já, tekur svona, fer ekki alveg vinstra megin, hann fer svona aðeins. Það er svona í að ræði. Já. En ef þetta fer svona, þá heldur Hannes ennþá fórustinn í stigakeppni. Þá leiðir hann með 2 stigum.
Hannes Autaverðu Nú ætlar Víða beigju Switcheroo Erum við að tala um það Það held ég nú En Gretar er nú ekkert langt frá honum Getur komist aftur í slippinn Næstu bara að taka hann að pitna nú Fræga Hvað gerir Gretar? Hannes fer alla leið að innanverðu Og þeir eru afturlegu leiðina Já, Gretar er bara með sína línu, heldur bara betur línu Fer síðan á síðustu stundu út til vinstri Gretar missir algjörlega bremsupúturum Fer út af skítu dekk Og þá er þetta eiginlega bara búið spil Því miður fyrir Gretar Hann er á slittum dekkjum Setti replay-markir á það hérna Ég held við getum bara að skoða það strax Það er ekkert annað að vera á braut Já, þetta er tvísing. Gretar er að taka sína línu hérna og Hannes að reyna að víkka sig út. Þetta er svona, já. Það má alveg deila það hvort að þetta hafi verið. En það er svo sem ekki okkar dæma. Nei, kannski verður ykkur eftir maður á þessu. Já. Og við dæmum í 5 sekúndna intervölum Þannig að þá þarf Gretar bara að halda sig innan við 5 sekúndur frá Hannesi Mögulega 10, hver veit hvað gerist Þið fylgist með þessu á post-race Í post-race hræðinum Góða Og svo kemur að sjálfsögðu tilkynning En þetta er svona að maður ekki taka það að Gretar að þetta er flottur árangur hjá honum samt Já Byrjaði fjórðu upp í annað Engin spurning Eftir sigur í síðustu keppni, pódium í 2 keppnir í röð þegar byrja síðasta hring. Já, bara hrigalega flott. Og pódium í Hugo líka. 3. sæti í síðustu keppni líka. Já, þessir herramenn orðnir fastagestir á pódiuminu í annarri deildinni. Ég þykir það nú ekkert leiðilegt. Alls ekki. Hugo hérna bara að setja sinn besta tíma hérna á hugslitnu mediumdækjum. Líður vel þar Þeir eru greinilega að fara svolítið betur með dekkin heldur en hérna Jón Bjöðl gerði deildina á hann. Já Gretar álega nóg að dekkjum eftir. Hann er nú svolítið betri. Já Eins og ég sagði áðan í opnudildinni að þetta fer rosalega eftir ökumönnum og aðstæðum á braut. En svo er alveg spurning hvort að Jón Anton hafi ekki blandað sér í baráttuna allavega 3. sæti ef hann hefði ekki pitað og tekið svona mikið bensín. Já, sjá það hérna, hann á fullt af bensín eftir. Já. Þetta er ábyggilega 2-3 hringir. Já, bara allavega hérna sko. En hinn eru hérna allir á ljósinu. Þá kemur Hannes hérna yfir línuna í 1. sæti, Gretar 2. sæti. Annað pódium í röð og Hugo í 3. sæti, annað pódium í röð fyrir hann líka og þetta Hannes. Og hérna komaði Jón Anton, og Siggi Gunnar. Ég held að þetta væri barátta hana. Það er eins og barátta hérna, Valli Matt og Addi. Já, Valli Matt. Og 7. Addi, Eiríkur Ingi Jónas, 7. 8. Dafni 9. Bergur að koma hérna í línuna 10. Palmar henni í 11. Steini Snæja. Hann lenti í spinni þarna áðan var það ekki? Jú, ég held það. Já. Eitthvað svoleiðis. Já. Kemur henni mark 12. Eitthvað snákir hérna í línuna. Eftir að hafa byrjað 12. Já. En vá hvað þetta leið hratt. Þetta flög hjá sko. Þetta er alveg ótrúlegt. Og það er ennþá atvik sem á eftir að skoða. Heldur betur. Við erum að kíkja á replayin.
Þá erum við með úrslitin hérna. Hannes í fyrsta með hraðasta hring 29.066. Gretar í öðru, Hugo í þriðja. Þar eru 3 pódiumsætin okkar. Kaldi í fyrsta, Bísik í öðru og þriðja. Jónatan og Valli Matt. Þeir eru feðgar eða ekki? Ég held að það var eitthvað stannað það. Það er alltaf báðir hann að fyrir Arctic Racing eða ekki? Ertu ekki það? Jú, passar. Í fjórða og fymta. Addi í sjötta, Eiríkur Ingi í sjöunda, Jónas áttundi, Danni níundi, Bergur tíundi, Pálmar Henni í 11. Steini Snæja 12. og Siggi Gunn 13. Við þurfum fleiri svona keppnir. Við halda þessu áframstrákar. Já. Þá er spurning hvort að við hendum okkur ekki bara í replay og bjóðum Hannes í chatið. Það held ég. Ég skellum við beint hérna í replay. Ég skrifaði nú ekki mikið niður hérna eftir fyrstu hringina. Nei. Þannig við ætlum að skoða hérna startið allavega. Annar hringi á Hugo og Jónasi. Þriðja hringi á Hannes og Pálmari. Og ef að chatið er með einhverja fleiri hringi sem að mann eftir eitthvað gerðist, bara skellið í chatið og kíkjum á það. En þá erum við komið sigurvegarann. Velkomin til hamingju. Já, kvöldið strax. Þetta var nú svolítið déjà vu í þessu. Ekki nóga með þessi hálf veikur að maður fyrir svona hálf einelti bara í fyrstu ríkja. Hvað var í gangi? Já, við heldum að við varum bara komnir aftur 2 vikur aftur í tímann, sko. Það var bara dæfbóm eftir dæfbóm. Já, þetta var mjög fjörugt fyrstu hringina, svona væga sagt. Já, en það var allavega tveir sem sagt táu af sér og biðu. Já. Það var allavega eitt atveikana sem var svolítið að gráða sveið, hann hélt bara áfram og eins og ekkert gerðist. Ég veit ekki hvort það var í útsendingunni. Ef þú manst að hvaða hringa það var, þá getum við kíkt á. Við erum hérna að skella okkur í replay. Já, ég reyfið upp hérna þegar við horfum. Ég náttúrulega ætla ekki að dæma þetta fyrir en ég sé þetta, sko. Nei. Best að láta dæma og gera það. Já, en þetta var aðeins líflegar en það átti kannski það. Já. Þetta var alveg mjög skemmtilegt fyrir okkur. Þetta, já, sama hvernig þetta var, þá var þetta allavega mjög spennandi. Já, hérna kemur valið, þetta er atvikið hjá okkur. Það er alltaf seint, sko. Já. Þetta er svo hættulegt að fara inn á græna svæði, sko. Þetta er alveg. Svo tapar Hannes hérna aðeins á hérna baráttunum milli hans og Hugo hérna líka, þeir lenda saman hann. Hugo er framfyrir hann og Steini Snæja hengi sig aftan á Hugo hann. Hannes er vítt. Já, nær nú samt að komast tilbaka. Ætlaði hann að snúa mér aftur. Já, Valli sá þessi hana. Já. Svo var hérna... Já, Hugo missir á startinu. Já, seinna stað. Hann bara alveg... Bara hrynur listan. En færa svo tilbaka. Það glemdur að pæli, þetta var þetta allt annað á hondur hjá okkur, eða? Nei. Já, fyrir utan 2. Arnar var á Lexusnum og svo var... Pálmar Henni á Nissan. Já. Það snerist ekki. Jú, það snerist ekki. Já. Eitt setur eftir. Þetta var startið á Hugo einmitt, en svo erum við með startið hjá Gretar hérna. Já. Það er alltaf bara... Þið bara færið ykkur úr braut fyrir hann, sko. Já, opnaðist bara hérna. Mósið. Já. Opnaði fyrir allt. Já. Bara svipa á síðustu kemni. Já. Svo vorum við með hérna aftari menn. Ég sá nú ekki hver það var sem spinnaði þarna. Sjáum þetta.
Þetta er náttúrulega svakalega kröpp beygja hérna. Ef þú bremsar eitthvað á seint, það allavega 3 sem að bremsa svolítið seint. Sjáum hérna, já, Danni lendir Steini og lendir á sig. Kíkjum á þetta aftur. Hann hérna utanverðu. Já, og Hugo náttúrulega kemur svo hægt út úr startinu. Pálmar kemur á innanverðu sem að... Já, byttu. Það er bara plássið að brautinni er búið fyrir Steina þarna. Gætum lítið gert í þessu snýst. Já, ég held að. Fer hann ekki aðeins, missir hann ekki aðeins afturenda til vinstri. Þú veist, ekki í slæt, en svo hann breytir aðeins á stefnum bílinn hjá honum, þannig að hann... Já, Danni. Já, Danni. Þegar hann að koma hann niður, sko. Jú. Það er bara afturenda hann. Já. Ég er bara að tekja eftir því að þegar maður fer á gjöfina þá vill hann svolítið ít honum inn. En maður næri alveg að bjarga þig kannski, en svona ef maður lendir á öðrum bílum þá kannski fer þetta til. Já, akkurat, þetta er að maður getur komið aftan af manni, sko. Skrúna, sko. Það var nú kannski ekki alveg eins gróft og það lit út fyrir að vera. Já, hann fer hérna upp í 5. sæti, Pálmar. Það er útrúlegt. Og Jón Anton líkur 7. í annan. Þarna er mitt koma... Hann bremsaði svolítið snemma að Hugo þannig held inn í þessa... Pálmar. Þetta er bara keðju svona... Ég gaf honum alltaf pláss. Já. Okkurlega, hvað er næsta atvik hjá þér? Svo gerist eitthvað inn í dúnubeginu bara fyrsta hringaði ekki, eða? Jú, kannski mögulega bara núna. Er það fyrsta, eða var það öðru hring sem Pálmar vissi bílinn hann að... Jú, það er sennilega það sem ég nota niður hérna. Nei, það er sennilega 3. hring. Pálmar og Eiríkur, ekki hérna. Nei, það var ekkert þarna í fyrsta hring. Það er að vera næsta. Sjáum við hérna. Já, þetta var spes. Þarna bremsaði Hugo bara held ég kólvillustu stað, sko. Mér fannst þetta svakalega skrítið. Hvort að þarna komi þetta atvik hjá Hugo. Sko, öðrum hring þá nótuðu Hugo og Jónas. Hugo... Já. Gerist eitthvað í Hugo allavega. Ég var að fókusa hérna á Pálmar. Jú, það gerist ekki að vera hér. Það gerist hér. Já, Hugo tekur dífuna á okkur báða, eða hvort það er farið út af. Nei, Hugo tekur frá mér hérna milli. Þetta er rosalegt. Já, þetta er alveg svona... Þetta var slapp held ég alveg, sko. Já, þetta er svona, ég held að hann sé ekki alveg að gera ráð fyrir... Kannski ekki kemur... Hann er nefnilega alveg á bremsunni síðan. Já, það ætlaði hann að myndast svona gap. Já. Ég held að hann hafi líka bara verið að stýra sig frá því að lenda á ykkur. Já. Hefur getið enda verið. Já. Það fannst þetta að vera að verða innan svona bílum hjá sér að því... Það var alveg flott dífa. Já. Þeir eru dífa að vera, sko. Já. Hugo er nú svolítið þekktur fyrir dífundar sinns. Hann er dífukongurinn. Eða lítdífa. Luxusdífa. Já. Svo var eitthvað með Jónas hérna í... Já, hann missir einhvern slatta. Já, þarna. Í dúnu og beigjónum. Það sjáum við mitt. Hugo hann er að ráða. Og Jónas hérna. Já, bara aðeins. Og Valli lendir á honum. Já. Sjáum við þetta aftur. Kannski frá Valla.
Valli vill ekki sjá þess að bjórbíl á brautinni, það er greið. Þurfti Jónas missir hann bara á... Það er bara hann óvilja verk. Já, þú veist, það er bara... Það er ekkert sem hann gæti gert hann. Það er skemmt. En Jónas, fekk hann eitthvað skemmt við þetta? Jó, það er skemmt. Þannig að svo erum við þriðja hring, Hannes og Pálmar. Það hafi nú verið. Það er einu dúnabegir á þeim. Það sést dúnabegir hérna Sikkeini. Ég held að hann ætlaði bara ekki fram úr hérna. Ég held að hann vissi að það fer alveg tilbaka. Nei, er það í þessari hring? Já, var á þriðja hring. Já, er það í þessu hring, já. Ég fann það að hann alveg... Það var sorry, held ég. Já, á síðasta hring þá tók Hugo dífuna. Tæpur og tracklimit. Ef maður nær inn fyrir það körpi enda, þá sleppur það. Já. Og fekk, það var eitthvað sem fekk penalty, var það Addi eða? Já. Hundi úr þriðjasettinu. Já, þarna varstu alveg að ná Hugo og svo varstu alltaf einu komin bara 2 sekúndur aftur. Já, svo bara ekki. Bara... Það var langt þetta. Já, við einmitt sko sáum bara útsendingin allt í einu var Pálmarennir komin hann út á grassi. Það var alltaf steint, sko. Þetta var alveg sportmót dífa. Já, hann stoppar alveg þarna. Já, það tapar sætum á þessu. Sjá það líka, hann fer ekkert aftur á gjöf hérna sko, fyrir hann bara... Og það er svona óöfinn að fara líka yfir grasið, komið drulludekk og alltaf skrúin að greina bara. Þetta var svona það síðasta sem ég var með að skrifa niður alltaf. Ég var að sjá hvort að spjalli var með eitthvað sem ég vildi skoða. Ég held að Hilli Billi sé bara að tala hann síðasta atvikið hann. Hvað var það? 19. hring. Þegar Hannes tekur fram úr Grétari. Já, ég veit ekki hvort ég var að færa mig á hann eða hann á mig. Ég var alltaf svona að snúa mér það. Kannski á tjatti til að dæmi það. Er það hér? Nei, það er að hringa undan ekki. Heyrðu, það er sól. Vá. Já, það breyttist veðrið. Það byrjaði svolítið svona skýjað. Já, við vorum mjög vongóðir í byrjun, sko. Það var alveg með auga að rattanum. Þarna steli ég svolítið línun á honum og hringa hann í svona tight exit. Flott switchback. Grétar var á svolítið lélir í dekkjum hann. Já, ekki. Það bittaði 2 hringjum undan mér, sko. Já. Man lærði þetta á offludeildinni en þetta var ekki alveg að málið, sko. Nei, hann pittaði nú samt á sama tíma og Jón B. í offludeildinni. Já, ég er að koma tilbaka þannig, já. Og hann bara, hvað, glemst það bara samt. Já, Fibas kannski eitthvað að vita, ég veit það ekki. Svo sem ekki okkar að dæma en... Nei. En það má alveg spekulera. Hvað er bremsa? Bara sko svolítið seint. Já, bremsa á körpun. Ekki. Ég bremsa alveg í það síðasta, sko. Já, bara eftir. Já, hann bara... Dómnefndi fær að taka á þessu máli ef það verður eitthvað úr þessu. Já. En það er allan ekkert komið inn. Nei, það var nóg pláss þarna, sko. Það var búa. Já, það var allan gaman að fylgjast með ykkur. Já, það var mjög stíl. Ég náði alltaf fram úr í þetta skipti, það gekk ekki á gott í glenn. Nei,
Nei, það er rétt. Við töluðum um það fyrir starti sko að hérna á Watkins varstu náttúrulega með svo lél starta þegar þú ert á súbrunni. Já. Og það ættir ekki að lendi þeim vandræðum hérna. Og svo bara dettur þú satt niður í. Ég hef svo sem ekki að gera neina stefnubreitingu. Ég held bara, ég hef svo sem að ekki fara beint, en ég hef bara að keyra. Þannig punkturinn minn er bara beint sko, ég er ekki að gera neitt. Já, á leiðinni yfir svo sem, en Já. það er eins og segja ekki okkar dæma, svo sem bara dónandi sem fara að sjá það. Nei, ekki það. Hvernig línurnar eru búin að vera, það er nú ekkert að þessu. Nei, og svo bara góðan bata Hannes. Já. Ég er nú að lagast. Já, hristir þú þig? Já, það er smá rám. Já, smá hérna. Ótrútt. Já, allavega ágætt að búið til smá sjónvarpsefni. Það er alltaf gaman. Það er alltaf gaman, það er bara allar keppninnar, bara hingað til allar 6 sem að ég og Jói erum búin að lýsa, það hafa verið bara skemmtilegar. Allavega, við gáttum ekki gefa áhæntu rigningu, það tókst ekki. Nei, aðeins í tímatökunni, í opnundökunni, en ekkert eins og þess. Ekkert alveg. En fyrsta deildin er á morgun og úrvalsdeildin á hérna fimmtudaginn, miðvikudaginn, fimmtudaginn, hvað er það að segja. Þannig að þetta er nú ekki alveg búið. Nei, alls ekki. Þannig að við sjáumst á morgun, allir sem eru ennþá með okkur. Jöp. Það er hálf 10 á morgun. Heldur betur. Og það var mikið með Sigurinn Áttur Hannes. Já, takk fyrir það. Þú heldur fyrsta setinu á stíðataflunni. En þá verður þið smá forskandi viðbútt. Yes. Það var að tróða sér upp í fyrstu deildin allavega. Já. Svo er ég ekkert viss að vilja koma upp í úrvalsdeildir sko, það er ekkert. Jú, ég ætla bara að vinna fyrstu sko, ég get það sko. Ég ætla ekkert að gefa eftir það sko. Þetta var nú meira svo að djóka því að menn eru orðnir leiðilega hraðir hann í úrvalsdeildir. Já. Það er nú bara frábært að heyra það. Það er bara gaman að sjá hvað maður stendur við þessa stráka sko. Þetta er gaman að þessu. Skellir bara þetta. Það er það. Svo rosalega stutt á milli manna þarna að það er bara, það má ekkert klika sko. Það með æfingar þá lofar þetta mjög góðu úrvalsdeilda keppni sko. Já, ekki síst fyrstu deildin sko. Já, hvernig var þetta aftur í síðustu keppni? Var ekki bara hálfsekúnda niður í 8. sæti eða eitthvað? 10. sæti? Já, það var svakalega. Var ekki bara 19 sekúndur niður í síðasta sæti? Þetta var bara rosalega. Jú, eftir keppnina. Já. Jú, í tímatökum þá voru topp 12 innan við sekundu. Innan við 0,9. Já. Á Watkins sem er þú veist næstu í 2 mínútur. Já. Þetta er svakalega skemmtilegt. Þetta er rosalegt. En já, við sjáumst annað kvöld, 9:30. Þetta er betur. Bara takk fyrir okkur. Algjörlega.